Komiði sæl, ég datt víst aðeins út af. Það er stundum erfitt að halda sér vakandi alla jólanóttina, skiljiði. En við jólatré erum skyldu að vaka og fylgjast með þegar jólin ganga í garð og vera tilbúin að taka mót jólunum. Og ég ætla ekki að vera fyrsta jólatré sem sofna bara út af boing og missir af jólunum. Jólapakkandi mig alveg sofa. En þeir eru ekkert merkilegir, þeir eru bara svona auka dót sem fylgir. Þegar ég var pínlítið tré út í skógi, eiginlega var ég ekki tré, meira svona svo græðlingur, þá sagði hann afi mér merkilega sögu. Afi minn var þorðum 40 metra hár og alveg hundgamall. Hann sagði mér mjög merkilega sögu. Hún er svo merkileg, svo stórkostleg, svo yfirmátt og ótrúlega furðulega Nú er ég búinn að gleyma því hvað ég ætlaði að segja. Nei, nú man ég það. Það er sagan það hvernig jólin komu til jarðarinnar. Þú heldur kannski jólin komi alveg að sjálfu sér, birtist bara allt inn upp á þurru, doing, halló, ég er komin. Nei, það er ekki svo auðvelt. Það er nefnilega engill sem kemur með jólin. Já, hann þarf að fara frá himnaríki og alla leið til jarðarinnar og það er mjög löng leið þegar maður hefur bara 2 vængi. Og einu sinni munaði mjög litla jólin kæmust ekki til jarðar. Ég veit að þetta hljómar ótrúlega en svona var það nú samt. Það byrjaði allt saman þannig að upp í himnaríki voru 2 litlir englar. Þeir voru svo litlir að þeir hétu ekki einu sinni almennilegum himnanöfnum. Og þeir áttu ekki einu sinni alvöru geislabauga. Þeir hétu bara Pa og Pú. Þeir voru eiginlega smáenglar. Þeir allra minnstu í öllu himnaríki. Litla Pétur þurfti ævinlega að hafa áhyggjur af öllu milli himins og jarðar. Enda hafði hann lyklavöldin og var á sífelldum þönum að fylgjast með að allt væri nú eins og það ætti að vera. Geta þessir erkenglar aldrei svarað í símann? Hvað halda þessir erkienglar eiginlega þeir séu? Guð almáttugur eða hvað? Mikael, erkiengill, gaman að sjá þig. Ég var einmitt að ná í þig í símann. Það er nefnilega kominn tími til að leggja stað til jarðar með jólin. Og ég var nú að velta fyrir... Ég veit það vel. Hélst að ég myndi gleyma því. Ég hef nú ekki klikkað á því í 2000 ár. Nei, Og hvernig var alltaf að byrja á því núna eða hvað? Nei, auðvitað ekki. En vantar þið þá ekki kistilinn? Ég meina jólakistilinn. Ég skal sækja hann. Hann er hérna á sínum stað í stóra verðmætaskápnum. Fylgdu mér. Jæja, þá erum við komnir. Hér er skápurinn. Hvað er þetta? Þetta er allt þið sælgæti sem ég er að geyma til jólanna. Ég þor ekki annað en að læsa það vel inni. Maður getur ekki treyst þessum smáenglum. Þú veist hvað þeir eru gráðugir í gotteri. Halló, Péturina. Hverju þarf ég að koma að hliðinu núna? Núna? Er að koma á strópu núna? Þér átti ekki að koma fyrir með morgun. Já, hversu en ég aldrei láti vita með einum fyrirvara. Já, ég kem. Pétur gerði þetta, Pétur gerði hitt. Alltaf á ég að bjarga öllu. Pú, komdu og sjáðu maður. Vá, nammi. Nú skulum við aldeilis halda veislu, komdu. Ég þori ekki, Litla Pétur verður brjálaður. Já, sérðu allt þetta nammi maður, svona inn með þig. Við getum bjóðan þetta farið til spillis. Svona, komdu, þessi skræða, komdu. Þið eru læstir inni.
Hjálp! Hjálp! Ertu vitlaus maður? Pétur heyrir kannski í þér. Nú verður hann brjálaður þegar hann finnur okkur. Já, vertu þá ekki með þessi læti. Mér langar ekki vera læstur inni. Það er mér svo kostu nóg til að geta. En ég er svo myrkfælli. Vertu ekki með þessa vitleysu. Það er líka miklu betra að borða nammi í myrkri. Þá sér maður ekki hvað maður á lítið eftir. Velkomin til himnaríkis. Og gjörðu svo vel, hér farðu þinn eigin geislabaug, en þú verður að pústa sjálfur. Það er bara erkienglar sem þurfa ekki að gera neitt sjálfur, þú skilur. Einhver er að brjótast inn í stóra verðmætaskápinn. Ég verð að flýta mér, ég læti fá sloppinn seinna. Guð hjálpi mér. Guð getur ekkert hjálpað þér núna. Víst getur það. Heldur að vilja hjálpa þér þegar þú ert búin að geta allt jólasalgirnar spyttus. Já, ekki meina þú. Víst mér. Nei, Jú, nei, jú, nei. víst mér. Alveg sagði hvað hann segir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nú voru Pú og Pa í slæmri klípu. Hvað gerir Lykla Pétur þegar hann sér að þeir hafa klárað salgæti sem átt að vera til jólanna? Og hvert var Mikael erkiengill að fara með jólakistilinn? Ég segi ykkur betur frá því á morgun. Blessa með hann.